Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl. Til mín komin Rósa Björk Brynjólfsdóttir, nýkjörin leiðtogi Vinstri grænna. Til hamingju með kjörið. Takk kærlega fyrir, takk. Já, þú fékkst glimrandi kosningu. Já, ég fekk góða kosningu, er ótrúlega þakklátt og glöð fyrir það tröst sem mínu félagar sýndu mér á landsfundi núna helgina. Já, en þetta er að verka að vinna. Já, heldur betur, já. Það er látið á að sjá. Já, og ég segi hér og segi við alla og segi við félaga mína bara, eina leiðin er bara áfram veginn og upp brekkuna og við munum gera það og erum bara svona, þessi landsfundur núna helgina, hann svona var mjög gott tækifæri fyrir okkur svona að efla okkur og styrkja og hitta hvort annað og vorum náttúrulega í mikilli endurnýjun, vorum að kjósa okkur nýjan formann og nýjan varaformann, Bjarka Hjörleifsson sem er orðin varaformann VG. Við kusum okkur líka nýja stjórnflokksi sem er blanda af nýju fólki og reynslu miklu fólki. Við kusum nýtt flokksráð sem er 40 manna flokksráð sem kemur á milli landsfunda saman. Við vorum líka að sjá endurnýjun hjá ungum Vinstri grænum núna fyrir 10 dögum síðan þar sem var kosin nýr formaður og ný stjórn. Þannig að við erum að fara bara í miklu endurnýjun og það er gaman. Já, og kannski tilefni til líka vegna stöðu flokksins. Já, það er tilefni til. Og svo bara allir vita þá voru úrslit þingkosningana í nóvember 2024 mikil vonbrigði fyrir VG og mikil skellur. Og svona, þú veist, eftirmálarnir í raun og veru ákveðið bara svona hvað að segja ákveðið svona bara sjokk ástand en við höfum nú verið að safna okkur saman líka síðustu vikur og mánuði og erum undirbúið að frambúa sveitarstjórnarstiginu. Við eigum náttúrulega mikið að sveitarstjórnar fulltrúum nú þegar og sem hafa unnið ótrúlega vel á þessu kjörtímabili og síðan erum við að koma saman listum. Við erum að fara í sérframbúð á Akureyri. Við erum náttúrulega hluti að sameiginlegu öflugu og kröftugu frambúði hér í Reykjavík. Já, tölum það eftir. Já, síðan erum við að undirbúa og við erum langt komin með lista í Múlaþingi. Við erum langt komin á veg með vinnuna í Hafnarfirði og Kópavogi og svo er ég að vonast til þess að við sjáum líka lista frá okkur í Norðurþingi og vonandi líka í Skagafirði og Borgarbyggð. Já. Þannig við erum bara í þessu núna, þessa vikunar. Já, þið erum með bæjarfulltrúa í Skagafirði. Við erum með mjög öflugan bæjarfulltrúa í Skagafirði. Álfhildur Leifsdóttir, hún hefur staðið vaktina fyrir okkur þar. Ég er að vonast til þess að við getum farið annarkvort í sameiginlegt framboð við sameiginlegt framboð þar með öðru félagshyggju fólki. Já, þannig að það er líf og fjör allt land, þó svo auðvitað við myndum vilja bjóða fram víðar en við gerum það næst. Já, en ég man ekki nafnið á fulltrúanum í Skagafirði en hún er búin að segja hún ætla ekki að halda áfram. Hún Álfhildur hún er svona verið að hugsa málið og hún hefur verið svona efins við það að halda áfram en það er líka erfitt að vera einn bæjarfulltrúi að taka allar slægina. Auðvitað er það erfitt í nær samfélögum að það er mikið nálægð í fámennum út á landi. Auðvitað, maður skilur það líka og þetta er oft einmannlegt og erfitt starf og kannski ekki alltaf svona fær maður kannski hrósi og klappi sem að fólk á skilið en þetta er nauðsynlegt vegna þess að það eru kannski einhverjir sem spyrja akkur er VG eitthvað að streða við það að bjóða fram út landið og ég segi bara á móti að sveitarstjórnarstigið er svo ótrúlega mikilvægt fyrir okkur öll bara í hversdeginum. Þarna eru leikskólamálin undir, grunnskólarnir, þarna eru málefni fólks með fötlun, þarna eru mjög stórun hluti af fjölmenningarmálunum, útlendingamálunum og líka málefnum umhverfisvernd þarna undir. Þannig að það eru risastór mál sem að snerta okkur öll og skipulagsmálin líka. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að VG sé þarna á þessu við borðið þegar ákvarðanir eru teknar á sveitarstjórnarstiginu. Já, Rósa, þú vaktir athygli, þú varst þingmaður við Vinstri grænna og hættir í flokknum. Já. Og nú ertu orðinn formaður hans. En þetta var bara prinsip ákvörðun var þetta 2017? Já, þetta var
Ég hafði, á þess að ég ætla nú að dvelja mjög mikið í fortíðinni, Sigurjón. Nei, en hún En það er samt, skiptir þessu máli, já, ég tók endarlega ákvörðun það að fara á flokknum á sínum tíma út af svona málefnum eða áherslum og stefnu í málefnum útlendinga. Og mér fannst ég þá svona endarlega að fara kannski af leið. En já, og svo var ég náttúrulega líka og hafði lýst því yfir að ég var andsnúin stjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum og kaus gegn því á flokksráðsfundi á sínum tíma, en lýsti því líka yfir á þeim tíma að ég myndi styðja ráðherra VG í öllum sínum störfum og ég gerði það. Já. En síðan eru liðin okkur ár og hér eru við í dag. Já. Og Vinstri græn sko utan þings. Og Vinstri græn utan þings því miður. Og jafnvel vegna þessa stjórnarsamstarf sem að flokkurinn valdi sér. Já, ég held að ríkisstjórnarsamstarfið sérstaklega á seinna kjörtímabilinu hafi verið VG mjög erfitt. Það verður náttúrulega samt að halda því til haga að eftir fyrsta kjörtímabilið sem var náttúrulega gríðarlega strembið, það var heimsfaraldur og Grindavík og mikið af stórum og erfiðum málum. Það var í raun og veru fyrsta þryggjaflokka stjórnin sem heldur velli sem að varðisvaldanda meirihlutin hélt og þá náttúrulega heldur fólk áfram og tilur það náttúrulega vera fyrsta kost, en ég held að það seinna kjörtímabil hafi verið okkur gríðarlega erfitt og var náttúrulega líka erfitt fyrir hinn og flokkana, það var ekki bara VG sem að þetta var erfitt fyrir. Sjáum það líka á Framsókn. Sjáum það á Framsókn, við sjáum það líka hluta til á Sjálfstæðisflokknum líka. Svona andvana ríkisstjórn. Já, en svo finnst mér líka orðið tímabært svolítið að við förum að huga nútímanum og framtíðinni og horfum fram á við. Hafa tekist alveg sættir milli þín og til dæmis Katrínar? Já, það tekið sættir Við unnum náttúrulega mjög þétt saman til að mynda undirbúningi leiðtogafundsins þegar Evrópuráðið kom hér og hélt leiðtogafund hér í maí 2024. Við unnum mjög þétt saman þá og við höfum alltaf átt gott samband og auðvitað var þessi viðskilnaður á sínum tíma bara erfiður svona persónulega fyrir okkur. En jú, það var tekið sættir með okkur, já. Og það kemur fram í ykkar störfu núna, það er nú ekki margir dagar svo búin að vera formaður, en ekki nú, ertu ekki búin að þurfa að tala við margt fólk eftir? Jú, ég er búin að, og gerði það náttúrulega líka aðdraganda formannskjörsins. Ég heyrði náttúrulega ótrúlega mikið af félögum í VG, en ég heyrði líka í fólki fyrir utan VG, fólki sem er að starfa í umhverfismálunum, og ég finn og heyri að það er ákall eftir skýrari og sterkari pólitík þar í umhverfismálunum. Mér finnst sko að fólk hafi verið tilbúin til þess að gefa auðvitað og skiljanlega þessari ríkisstjórn svona ákveðin séns og sjá hvert hún væri að fara í umhverfismálunum, en þar til að mynda hafa orðið mikil vonbrigði. Já, eða ekki? Jú, í umhverfis. Þetta fari ekki saman kannski að vera sko orku og umhverfisráðherra? Já, það er eitt og það kannski verða þar að leiðandi ekki nógu mikil skörp skil hann á milli, þannig að umhverfisráðherra og orku, þetta fer eiginlega ekki saman. Nei. En það er búið að reyna þetta, en það er ég hef ekki séð neinn merkjum það að núverandi ríkisstjórn ætli eitthvað að breyta þessu eða stokka þessu. Nei. En þetta er snúið, já. En hérna Reykjavík, höfuðborgin, og þar skipta niðurstöðu kosninga mjög miklu máli. Algjörlega, og ég held að VG hafi sýnt hugrekki og kjark með því að fara nú að stað í samstarf og í sameiginlegt framboð með Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og fólki með henni. Og ég held að þetta verði bara mjög spennandi. Við erum að sjá núna 2 skoðanakannanir í röð sem að sýna þetta stjórnmála framboð, vinstrið, er að mælast með 9%, við erum ekki farin á stað, við erum ekki búin að kynna listan okkar, við erum ekki búin að fara neitt á staðin eina kosningabaráttu og þetta er náttúrulega ótrúlega byrjun á því og gott veganesti, en það sýnir líka það að það er þörf á stjórnmálaafli sem er vinstramegin við samfylkinguna og við sjáum það, heyrum og finnum. Já. En þið samþykkið það að Sanna er leiðtoginn, hún er í fyrsta sæti. Já, það er bara búið að samþykkið það á félagslegum grunni hjá okkar megin og Sanna er náttúrulega
frábær borgarfulltrúi, hún vinsæl, hún kemur vel fyrir, hún hefur lagt áherslu á mál, hún hefur verið einarður talsmaður þess að uppræta fátækt í Reykjavík og hefur staðið sig óskaplega vel. Já, hún hefur nú líka mælst vinsalast í borgarfulltrúin held ég bara í öllum mælingum. Já, hún er mjög vinsæl og ég held að þetta samstarf og þetta sameiginlega framboð verður bara skemmtilegt, spennandi valkostur fyrir Reykvíkinga og loksins líka svona erum við að sameina kraft okkar. Það hefði verið verra ef við höfum verið að dreifa kröftunum og móf á vinstri væng stjórnmálana fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar. Sem hefur oft verið vandamál. Já, og svo líka það hefur oft verið vandamál, en það er líka önnur jákvæð teikn á lofti að því ég var nú að nefna landsfundun og það hefði verið svona kraftur í okkur og gaman að hittast og snúa bökum saman og svona styrkja böndin fyrir sveitarstjórnarkosningarna framundan. En það er líka gaman, Sigurjón, að minnast á það við erum nýkomin úr forvali í VG hér í Reykjavík sem var fjölmennasta forval í sögu flokksins. Það er eitt forval sem hefur verið nokkrum atkvæðum fjölmennar og það var fyrir þingkosningar 2000 rétt eftir hrun 2012 vantarlega. Nei, 2009. 2009. Þá var haldið örlítið fjölmennara forval hjá okkur í VG en við vorum að slá öll með núna, það var mikið nýju fólki sem var að koma og taka þátt í þessu forvali þannig að það var gaf okkur líka svona byr í seglinn og bara gaman þó að sé alltaf náttúrulega stress og spenna og svona núningur en þá eru engin alvarleg eftirmæli eftir það og við bara erum með okkar góða fólki í framboði líka. Já. En það fennum þannig flokkurinn á ekki neitt þingmann, þannig að staða þín og Lilju Alfreðsdóttir ólík og það var þar, hún er með þingflokk. Já, en báðar utan þings. Já, báðar utan þings, já. En þannig það þessar sveitarstjórnarkosningar framundan og hvað svo? Er ekki svo að einblína þá strax á næstu þingkosningar? Jú, og bara það munum við gera. Við tökum þetta bara eitt skref í einu. Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur að standa okkur í þessum sveitarstjórnarkosningum. Við erum með mikinn meðbyrð til dæmis fyrir austan í Múlaþingi. Já. Þar er bara mikill hugur í fólki, sömuleiðis á Akureyri. Og svo núna líka hér í Reykjavík að þú ert að minnast á þingið að þá er náttúrulega líka það er áhugjefni að það eru 21.000 kjósendur sem tóku þátt í alþingiskosningur sem eru ekki með sinn fulltrúa inn á þingi núna og það er líka og maður finnur það að þessi svona lýðræðislega umræða sem kemur frá alþingi hún er skökk. Það vantar aðhald vinstra megin við samfylkinguna og ég segi líka að því miður fyrir samfylkinguna og það er líka erfitt fyrir samfylkinguna að hafa ekki aðhaldið þeim megin líka. Hvort sem það er í grænimálunum eða í þessum hefðbundu vinstrimálum að hafa ekki aðhaldið þeim megin því aðhaldið er allt hægra megin. Og það er ekki gott. En það er nú kannski von til þess að það veri gerðar einhverja breytingar á kosningalögum. Dómsmálaráðherra hefur náttúrulega kynnt starfshóp sem hefur verið að kynna svona fyrstu drög að uppfærslu á kosningalögunum þannig að vægi atkvæða verði jafnað og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að þær ná í gegn og hvort að og þessi 5% af þröskuldu sem er svolítið hár hérna. Já, hann er svolítið hár. Að hann gæti líka verið hluti af þessum tillögum. Ég er ekki alveg búin að kynna með það en allavega hlutfall þingmanna þannig að vægi kjósenda á höfuðborgarsvæðinu það vegi meira heldur en það gerir núna og að atkvæði okkar verði þá til jafns við atkvæði á landsbyggðinni. Það skiptir líka máli. En Rósa, sérðu þetta fyrir þér að þetta samstarf sem við vor til vinstri? Já. Og þetta sameiginlega framboð, við erum að muna núna hvað heitir, það er vinstrið. Já, ég veit það, en það sú hreyfing, sérðu það fyrir þér að það verði bara sameining? Við skulum bara sjá bara hvernig þetta gengur, sko. Við skulum bara taka eitt skref. Þú myndir vilja það? Ég held þetta sé, ég er náttúrulega vilja sem flestir vinstri menn og bara sameinist. Það held ég að sé að vinna góða. Heldur en að dreifast út um allt.
En við skulum taka bara eitt bit í einu, við skulum sjá hvernig þetta hingað til hefur þetta samstarf bara gengið mjög vel og það er ekkert gefið. Það er ekkert gefið að það er sko fólk úr annars vegar svona rótgrónari vinstri flokki fari í samstarfið glænýtt framboð. Sem er þó byggt á tveimur kjörtímabil. Já, sem er náttúrulega byggt á tveimur kjörtímabil og þarna náttúrulega Sanni náttúrulega með mikla reynslu. Hún er búin að vera borgarfulltrúi í 7 ár. Og kemur náttúrulega úr sósíalistaflokknum sem hefur náttúrulega boðið fram bæði til þingkosninga og á stjórnarstiginu. Þannig að það er náttúrulega reynsla en kannski minni reynsla en okkar megin og við erum að sameina kraft okkar og svo sjáum við bara hvað gerist. Ef úrslitin verða góð þá getur vel verið að það verði síðan tekið upp víðar. En ég sé líka að það er líka í Hafnarfirði, það er líka fólk sem að tengist voru til vinstri og VG fólk sem er að sameina kraftan sína þar og vonandi og eru bara að lenda sameiginlegu framboði bara núna næstu dögum. Þannig að það er mjög spennandi líka. Já. En hvað þetta er ekkert launastarf að vera formaður. Nei, það er bara launað í hugsjónum og samskiptum við gott fólk. En sko, það er verk að vinna. Það er verk að vinna og auðvitað erum við þröngri stöðu fjárhagslega en við treystum líka á bara framlög frá félögum okkar og framlög bara frá einkaaðilum innan þess ramma sem að hægt er bara þeim aðilum sem að vilja styrkja okkur og vilja stuðla þar með að lýðræðislegri umræðu og þá náttúrulega höfða ég bara til þess að við erum líka náttúrulega stjórnmálafl sem að verðum að vera til þess að bara lýðræðisleg umræðu og aðhald sé hér fjölbreyttara og lýðræðislegra. Það er bara nauðsynlegt fyrir okkar samfélag. Heyrðu, sko, er þetta bara úr ákvæðtjókur? Ég held það bara, það ekki. Áfram veginn, áfram gakk. Þakka kærlega fyrir komuna. Takk sem leys. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is